Já, háskólaráðherra Áslaug Arna hefur boðað ákveðnar breytingar í varðandi háskólana, talað að þeir stæðu sig ekki nú vel í alþjóðlegum samanburði og það þyrfti að verða breytinga og það þyrfti að útskrifa fleiri nemendur úr heilbrigðisfræðum og verkfræði og öðru slíku. Og má svona merkja að það sé ákveðin kurr í gangi og ég hef nú rætt við nokkra háskólamenn og ætla að ræða við einn í viðbót núna. Guðmundur Heiðar Frímannsson stattur á Akureyri þar sem hann prófessor. Vertu blessaður, Guðmundur. Sæll og bless. Já, það svona hvernig Áslaug kynnir málið að þá má svona ráða hvað hún vill, hvaða breytingar hún vill og hvaða stefnu hún vill sjá, en samt kannski ekki alveg einfalt. Getur þú ráðið í það? Það nú svolítið erfitt að ráða í allavega ef maður ætlar að skoða, hvað maður að segja, svona í einhverjum smáatriðum hvert á að stefna, því að plaggið sem var kynnt í þessari samráðsgátt, það svo almennt orðað og það svo, sko, það alls ekki ljóst hvert sambandið á milli svona almennu stefnumiðana, einfald eða aðgerðana sem á að grípa til og hvernig á að þróa. Þannig að maður verður svona minnsta kosti að hafa þann fyrirvara á öllu sem maður segir að þetta bara, það á eftir að vinna þetta þannig að þetta sé fullkomlega skiljanlega. Og svo bættust nú við þessar yfirlýsingar að íslenskir háskólar væru að skrapa botninn, sem að mér finnst nú eiginlega full glannalegar af hálfu ráðherrans, en það sko í þessu plaggi sem var kynnt í samráðsgáttinni að það fyrsta sem það þarf að taka eftir, og það þess vegna sem ég hef fyrirvara á hvernig maður á að túlka þetta, að þetta stefnumótun sem að boðar miklar breytingar, en þetta bara stefnumótun fram til ársins 2025. Og það bara þannig með sko háskóla reyndar eins og kannski skóla almennt og yfirleitt að þeir breytast bara mjög hægt, og ef þú vilt ná fram raunverulegum breytingum í þeim, þá verður það áttaði á því sem fyrsta lagi hvað eðlis stofnunin og í öðru lagi hvað hægt að gera við hann til dæmis innan ramma þeirra laga sem í gildi núna. Og það ýmislegt í þessu plaggi sem mér sýnist að stangist á við háskólalögin. Eins og hvað? Sko, eitt af því sem að, eins og þú nefndir í inngangnum, að það aukin áhersla á það sem að nefnt STEM-greinar, það eru svona raunvísindi og tæknigreinar, og svo líka áhersla á heilbrigðisgreinar, og það athyglisvert sko með heilbrigðisgreinarnar að það eru rökstuddar með því að það sé svo alvarlegu vandi sko samfélagsins hver sko öldruðu fólki fjölgar. Sko vandinn við þetta sá að fyrir 20-30 árum hefði verið eðlilegt að grípa til þeirra ráðstafana sem þarna eru boðaðar til þess að bregðast við öldruninni. En það að gera það núna, það þannig að af því þetta tekur svo langan tíma að þá sko öldrunin verður sem einhvers konar félagslegt vandamál, það verður að leysa það miklu fyrr og grípa til aðgerða sem að duga minnst á kosti við sumum af þeim vandamálum sem þarf að leysa og á þessa. Það annað þannig að það mjög lítið í þessari skýrslu nokkuð það hvers konar samstarf á að vera á milli háskólaráðuneytisins og heilbrigðisráðuneytisins. Þannig að það til dæmis bara eitt sem vantar alveg. Í raunvísindin þá segir að þau skuli vera aukin áhersla á þau. Og þá farið að tala í framhald af því og tala það sem heitir STEM-greinar, að það þurfa að grípa til einhver sem að í plagginu heitir STEAM,
og þá bætist þarna afið og það að þá að setja listgreinakennslu inn í raunvísindin og þetta finnst mér fyrsta lagi einkennilegt. Ég hef nú hvergi rekist á einhverja svona fræðilega vandaða umfjöllunum þessa STEAM hugmynd, hvað þá einhverja rannsóknir á henni. Í öðru lagi að þá verið að mæla fyrir það hvernig eigi að kenna raunvísindi í þessu plaggi og þá gleyma höfundar plaggsins því að það eru óvart lög í landinu sem kveða á fræðilegt sjálfstæði háskólakennara og það merkir á mæltu máli að háskólakennarar ákveða hvað þeir rannsaka sjálfir, það ekki neinir aðrir sem gera það og háskólakennarar ákveða hvernig þeir kenna sína eigin fræðigrein, þeir verða náttúrulega að taka tillit til hinna kennaranna og hvernig námið skipulagt og allt það, þannig að þeir hafa ekki algjörlega frjálsar hendur en þeir hafa algjörlega frjálsar hendur hvernig þeir kenna það í þeim námskeiðum sem þeir bera ábyrgð á og þetta að því IFFBSI það að segja þessi staðhæfing að hún gengur gegn þessu grundvallar atriði í háskólum að þeir að þar njóta háskólakennarar akademísks frelsis eða fræðilegs sjálfstæðis eins og það heitir í lögum. Mér svona benda svolítið til þess að það hafi verið haft ansi hratt á hæli með að semja þetta plagg, hvað þá að vinna það þannig að maður gæti í rauninni skoðað svona innra samhengið í því hver væri grunn hugmyndin og hvert ætti í rauninni að stefna. Það gefið í skyn og það liggur náttúrulega það að segja önnur athugasemd við þessa áherslu á raunvísindin væri sú að benda á þann einfalda veruleika ef menn vilja fjölga nemendum í raunvísindum. Þá eru til mjög einfalda leiðir til þess. Menn hafa farið síðustu árin ákveðna leið til þess að fjölga nemendum í kennaranámi og það gerist með því að nemendur sem ljúka á tilskildum tíma þeir fá fellda niður ákveðin hluta af námslánum sínum. Þetta einföld aðgerð og ef þú vilt gera þetta þá myndi sú aðgerð hafa áhrif á svona 3 til 5 árum þannig að það skiptir máli en í þessu plaggi þá verið að tala eitthvað miklu stórkostlegra og þannig meðal annars sagt að það þurfi að gerbreyta stjórnun menntastofnana og í menntamálum alveg bara í öllu kerfinu og það háskólaráðherra hann hefur ekkert að segja hina hluta kerfis, hann hefur bara eitthvað að segja háskólana og mér ekki kunnugt að menntamálaráðherrann boði einhverjar róttækar grunnbreytingar í grunn- eða framhaldsskólum. En tillögurnar koma fram í svona út frá þeirri hugmynd að háskólinn hafi ekki staðið sig vel, hann sé að útskrifa fólk úr vitlausu greinum og hann þurfi utan að komandi hvata eða tilskipanir að hegða uppbyggingu sinni með öðrum hætti, að mennta fólk með öðrum hætti og í öðrum greinum. Það nú einfaldlega þannig að háskólinn sjálfur ræður því ekki í hvaða greinar nemendur leita. Það þeirra ákvörðun það, ekki háskólans. Og það hefur ekki verið vilji til þess innan háskólana að takmarka nemendafjöldan. Og þá erum við kannski að hugsa fyrst og fremst HÍ og HR en það á líka sama við HA. Það menn eru svona tregir til þess að grípa til aðgerða til að takmarka nemendafjöldan og til þess geta legið margvíslegar ástæður. Ein ástæðan svo að menn vilja halda uppi ákveðin nemendafjölda vegna þess að greiðslur ráðuneytisins til háskólana ráðast af nemendafjöldanum. Það ef að, eins og ég segi, ef að yfirvöld háskólamála vilja
auka fjöldan í þessum raungreinum, þá er hægt að segja einfaldlega við takmörkum fjöldan sem fer inn í hug- og félagsvísindi, við aukum fjöldan sem að fær aðgang að heilbrigðisvísindum og minnst að kosta ákveðnum greinum náttúruvísinda, kannski öllum, ég þori ekki að segja það er ómögulegt að ráða það af þessu plaggi og við þurfum að þá fá einhvers konar hvað maður að segja, fyrirmæli það. Ég held að, og það þá segir ráðuneytið við erum reiðubúnir að borga þetta og við viljum að það sé borgað í þessum fyrir stúdenta í þessum og þessum greinum, þennan fjölda. Þetta svona alveg í hreinskilni sagt, það er engin hefð fyrir því í samskiptum menntamálaráðuneytisins áður og núna háskólaráðuneytisins, enda það nú svo nýtilkomið reyndar, að þetta að ráðuneytið taki af skarið með þessum hætti. Þetta er alþekkt í löndunum í kringum okkur. Þar veigra menn sér ekkert við að gera þetta, en það þarf að hugsa þá líka út í það að þú mátt ekki skera mjög harkalega niður í greinum þar sem að, við skulum segja eins og í hugvísindum, þar sem að nemendur þeim hefur verið að fækka á síðustu 15 árum og þannig að það verður að taka ákveðið tillit til þess að það verður að halda upp ákveðinu lágmarksnemendafjölda, en fram yfir það þá getur ráðuneytið í rauninni sagt við erum reiðubúnir til að borga fyrir þennan nemendafjölda og við viljum að hann dreifist með þessum hætti. Og það má, Guðmundur, það má ætla að þið verið nú að ráða í það hver vilji ráðherrans út frá viðtölu við hann annað slíkt, og ef maður svona heldur áfram með hennar málflutninga þá getur maður alveg séð fyrir sér að tillagan verði svo að við ráðuneytið og fjárveitingavaldið eru bara til í að kaupa 200 félagsfræðinga en við erum til í að kaupa 800 hjúkrunarfræðinga og þá fá háskólarnir það verkefni bara að það er bara uppselt í félagsfræðina. Maður gæti sér það fyrir sér sem svona lausn á það sem ráðuneytið er ósátt við það hvernig nemendur koma út úr háskólakerfinu. Já, þetta er nú að vísu mjög, þar að segja ef þetta væri tölurnar. Ekki taka það nákvæmlega, þetta var ekki tillaga. Nei. En það, og ég segi, þetta ráðuneyti getur, held ég, alveg innan reglana eins og þeir eru, þar að segja bæði lagareglana og svona þeirra hefða sem að þá getur ráðuneyti í rauninni sagt, já, þetta er það sem að við erum tilbúin að borga og það sem við viljum borga. Það er að vísu þannig að háskólarnir, þeir hafa fengið greitt frá ráðuneytinu núna í, ég held að sé ekki 20 ár allavega 15, eftir ákveðinni formúlu frá ráðuneytinu, þar að segja að það er flokkaðir nemendurnir, ódýrustu nemendurnir eru í félagsvísindum og hugvísindum, þeim dýrustu eru í tallæknisfræðum og þetta, ég reyndar skilst mér nú að nemendur í listaháskólanum sé enn dýrari en það er nú svona... Það var alltaf, leikararnir voru alltaf dýrastir þegar maður var að reikna í gamla daga. Já, og málið er að það sem að hefur gerst síðan í háskólanum sjálfu. Háskólinn fær þessa peningasummu og sem ráðuneyti hefur veitt á ákveðnum forsendum og innan bæði, þori ég að segja bæði innan HÍ og innan HA, að þá hefur það verið þannig að skólinn ákveður síðan hvernig hann skiptir þessu fé. Hann fer ekki eftir reiknilegum forsendum ráðuneytisins og þetta þýðir og menn, ég held að þetta rökstyður þetta með því að háskólarnir sjálfir hafi ákveðin lagalega rétt til að ráða innri málefnum og þetta, þannig að ráðuneytið
ef að það breytti stefnu í þessa átt sem þú ert að tala það að segja, við ætlum bara að kaupa þennan fjölda og þennan fjölda og þennan fjölda í greinunum, að þá það það ákveðin svona grundvallar breyting á samskiptum ráðuneytis við skólana. Það að segja nú ráðuneyti reynir að stýra miklu meira hvert nemendurnir fara og það að ýmsu leitinu svona, það ýmsu leitinu óheppilegt en sérstaklega vegna þess að þetta þýðir það að þú tekur náttúrulega miklu minna tillit til vilja nemendana sjálfra. Leiðum, sko. Já, en að sömuleyti ráðarann að tala það vegna þess að nú hafa nemendur meir og minna ráðið uppbyggingunni að ef það mikil eftirspurn í þetta faga þá stekkar það en hún að segja að eins og háskólan hafi verið að þá séður ekki að framleiða rétta fólkið. Við þekkjum það úr viðtölum við Angelu Merkel sem ólst upp í Austur-Þýskalandi. Hún lærði efnafræði og það var vegna þess að það var bara uppselt í þær greinar sem hún vildi fara í og þýska alþýðulýðveldið skilgreiddi svo að það vantaði efnafræðinga en ekki fleiri félagsfræðinga eða heimspekinga. Já, það ég held að það sé svona ákveðið grundvallaratriði sem það að segja ef að ráðuneyti ætlar að fara þessa leið. Þá þarf það að virða svona ákveðna leikreglur í samskiptum við háskóla. Það þarf til dæmis að virða þær leikreglur að í háskóla þá stundamenn fræði og vísindi á mjög ólíkum sviðum. Og það full ástæða til þess að reyna að halda í þessi ólíku svið frekar en að reyna að þrengja skólana niður í ákveðin vel afmörkuð til dæmis tæknisvið því að þá ertu að breyta ákveðnum grundvallaratriðum í þeirri stofnun sem háskóli. Það að segja að það eins og liggur í þessum hugmyndum í íslensku löggjöfinni og reyndar í öllum að því að ég fæ best séð hugmyndur sem menn fjallum þegar þeir að velta fyrir sér hvers eðlis háskóli sé að þá það stofnun sem ræður sér að verulegu leyti sjálf og þó að stjórnmálayfirvöld á hverjum tíma vilji hafa áhrif að þá það þannig að það að vísu ekki á Íslandi þannig en til dæmis ég held að sé það bil 15 Evrópulönd sem hafi fest það í stjórnarskrá meira að segja að akademískt frelsi sé bara hluti af stjórnarskrárbundnum rétti þeirra sem starfa við háskóla. Og þetta segir manni að það skilaboðin úr þessu þau að þú getur ekki gengið of nálægt háskólanum án þess í rauninni að eyðileggja hann sem stofnun. Ef að pólitíski yfirvöld fara að stýra honum of mikið þá endarðu með stofnanir eins og þær voru bara í Sovjetinu eða í Austur-Þýskalandi. En að sumu leyti má skynja þennan mun að háskólafólk vill benda háskólana að það sé mikilvægt að þeir hafi völd sjálfir og að það sé hluti af valddreifðu lýðræðislegu samfélagi, að það sé gott að hafa það þannig, en á móti kemur svona óþreyja frá ráðherranum og við höfum heyrt það frá samtökum atvinnulífsins og þeirra sem að tala fyrir telja sig vera að tala fyrir atvinnulífið að háskólarnir séu fílabeinsturn og það sé orðið eitthvað svona misvægi í því sem eru þarfir samfélagsins og þarfir samfélagsins séu stundum hljómar þannig að fyrst og fremst þarfir atvinnulífsins til þess að byggja hér upp verðmæti og þess vegna þurfi ráðuneytin og fjárveitingavaldið að grípa inn í og reyna að beina háskólunum inn á rétta brautir. Þetta að sumuleyti má ætla að deilan sé þetta með svona grundvallaratriði. Já, það að sumuleytinu má lesa út úr yfirlýsingum í samtaka iðnaðarins sumra stjórnmálamanna að þetta sé það sem að eigi að koma í framtíðin.
En þá, sko, hinn lýðræðislegu rök sem þú nefndir eru mikilvæg. Ég var nú ekki búin að nefna þau einu sinni, sko. Ég var bara að hugsa sko, að það að segja, hugmyndin háskóla. Hún bara þannig að ef þú gengur á nærunum, þá hættir þetta að vera háskóli. Þetta verður bara einhvern veginn öðruvísi stofnun. Vegna þess að ef þú glatar þessu fræðilega sjálfstæði, þá ertu í rauninni búin að drepa háskólan sem háskóla. Og ef að, sem sagt, hinn pólitísku yfirvöld, nú eða peningavöld í samfélaginu vilja hafa afdráttarlausa áhrif á háskólana, þá verða þau að gera það með þeim hætti að þau gangi ekki af háskólanum dauðum. Og því að það geta þau gert, sko, samtök eins og samtök iðnaðarins eða útgerðarmanna eða hverja sem auðvitað geta þau geta til dæmis, ef þau kæra sig sett peninga í stöður við háskólana, þar sem að þeir á einhverjum tilteknum fræðasviðum sem þau telja mikilvæg, það þýðir að þú færð þá sem sagt fræðimenn til þess að vinna að rannsóknum á þessum sviðum. Þannig, sko, ég í prinsipinu held ég að maður ætti að sko vera ekki alltaf ansnúin því að atvinnulífi reyndi að hafa áhrif með þessum hætti. Það gæti líka verið reiðubúið eins og, sko, við megum ekki gleyma því Evrópusambandið, að það, sko, með viðamiklar áætlanir og setur gríðarlegt fjármagn í rannsókn á ólíkum þáttum samfélagana og veruleikans og það svoleiðis aðgerðir auðvitað stýra þær þessum fræðimönnum sem eru í starfi við háskólann vegna þess að þeir eru að sækjast eftir fénu til þess að stunda rannsóknir á sínum sviðum og þetta geta íslensk háskólayfirvöld gert. En því miður að þá hafa menn ekki sko vilja fara leiðir af þessu tagi, heldur frekar eins og að það eigi sko það bara ætlast til þess að hinn pólitísku yfirvöld gefi út tilskipanir. Ég held að það væri sennilega versta leiðin sem hægt væri að fara í þessu efni. Kannski það ekkert svo langt síðan og því að þú nefndir hann að samtök þá geta þess að samtök atvinnulífsins eru með sko menntasvið sem að móta tillögur breytingar á menntakerfinu og lögðu til dæmis mikla áherslu á styttingu framhaldsskólans og fengu það í gegn þó að svo umræða þar hugmynd hafi verið lengi til innan menntakerfisins þá held ég að margir hafi upplifað það að ákvörðun var svo tekin í miklu skyndi þannig að kannski vilja þessi samtök nota sambærilegar aðferðir að knýja á snöggar breytingar til þess að lagfæra háskólann út frá þeirra sjónarhorni að þeirra kröfum. Það var mjög eftirtektarvert að þegar Þorgerður Katrín var menntamálaráðherra þá ætlaði hún að framkvæma þetta en hún hætti við. Svo þegar Illugi Gunnarsson ákveður að koma þessi í gegn og mér ennþá óskiljanlegt hvernig honum tókst það. Það svo annar hlutur. En ég held sjálfur að þessi ákvörðun hafi verið sko byggð á mjög hæpnum forsendum og hún hafi, sko það var ekki búið að hugsa upp ólíka möguleika, reynt að meta það, semst ólíka möguleika á að stytta til dæmis nám frá byrjun grunnskóla og upp í stúdentspróf 1 ár. Það hefði að ýmsu leitinu verið heppilegar að taka 10. bekkinn og gera hann bara að hluta framhaldsskólans en það var bara ákveðið að drífa í þessu og það lá engar viðmiðanir fyrir til dæmis hvort þetta væri að takast eða ekki. Það er að segja til þess að meta þessa breytingu eftir á. Núna held ég að væri mjög eðlilegt að athuga það hvernig breytingin hefur tekist og það er að segja hafa hún yfirleitt tekist, ég ekki endilega viss það. Og ég dæmi það þegar hinn pólitísku yfirvöld sko þvinga fram
breytingar án þess að hugsa þær alveg til enda. Ég tek alveg mark á því að það geti skipt máli fyrir fólk að lengja sko ævina í starfi 1 ár, en sko það hinar raunverulegu afleiðingar af þessari breytingu. Við höfum ekki hugmynd það. Eitt af því sem að gerast að því virðist að nemendur það miklu meira hlaðið á þá í framhaldsskólanum og það eru vísbendingar minnst að kosta að þeir komi ekki eins vel undirbúnir, en ég hef ekki séð neina tölur eða athuganir á því sko, þannig að það ekkert að það staðhæfa það, en það ástæða til að hafa áhyggjur af því. Og svo má geta þess að það eru kannanir sem benda til þess að nemendum á þessu aldurskeiði líði ver, og maður tekur eftir því þegar við ræðum COVID að þá ekki talað þessa breytingu, meðal annars út af því sem þú ert að segja. Það voru engin svona plönum það hvernig átt að mæla árangurinn á þessu, þannig að sömuleyti var verið að sigla þarna í myrkri. En ég nefni þetta vegna þess að núna var ekki bara í febrúar þar sem var deilt út úr sjóði, háskólasjóði sem að Áslaug Arna setti á, sem að var með skömmu fyrir var að gátu menn sóttum, sem að var svona ég veit að kom mörgum svolítið á óvart, stuttur svona frestur, sem að hann bendi til að það sé svona mikill vilji á að knýja á breytingar með tiltölulega miklum hraða. Já, það til allra hamingju ég nú sko hættur. Ég var ekki inn í þessu öllu, en ýmsir vinir mínir voru það, og þetta var mjög skrítin aðgerð að því leytinu til að hún bar mjög brátt að, það var mjög lítill undirbúningur og hlutir voru að breytast alveg fram á síðustu stundu, og það alvöru spurning. Þetta voru nefnilega mikli fjármunir, það ber að taka fram, og það að því leytinu til sem sagt og þetta eru fjármunir sem sko eru til viðbótar svona þessum venjulegu framlögum, og ég bara fagna því að það eru til peningar til að gera þetta, en þá hefði ég kannski kosið að menn settust minnst að kosti skipulega niður, bæði þeir sem í ráðuneytinu og kannski með einhverjum sem í háskólanum, og veltu fyrir sér hver ættu að vera markmiðin með þessu, á hvaða sviðum ætti þetta að vera. Ég myndi til dæmis ekkert vera að leggjast gegn því þó að væri sko meiri áhersla á raungreinar í þessu eða á heilbrigðisvísindi. Það verið fjarri mín að gera það, en ég held þetta þurfi samt sem áður að vera breytt, þar að segja að það má ekki einangra þetta við þessi svið, þetta viðbótar fé. Það náttúrulega ekki víst ef að háskólarnir ef það skekkja í því hvernig menn vildu hafa öðruvísi hverjir útskrifstur háskólanum, þá ekki endilega víst að ráðuneytið sé klókar að finna lausninnar eða meta stöðuna heldur en háskólarnir. Mér finnst reyndar sko sérstaklega eftir þessar vindinga í stjórnarráðinu frá því að þessi nýja stjórn tók við, þá finnst mér mjög ólíklegt að ráðuneytið standi betra við heldur en háskólarnir sjálfur við að finna út úr því hvernig á að stuðla að þessum breytingum. Alveg eins og sagt það tekur, það ekki bara það að háskólarnir sko þurfi tíma til þess að breyta sér og laga sig að nýjum aðstæðum. Það á líka við stjórnarráðið sko. Já, það nýbúið að stokka það upp. Herðu, Guðmundur, þetta áhugavert mál og við ætlum að halda áfram að ræða þetta hérna við rauðaborðið, af því að þetta tengist miklum grundvallaratriðum í samfélaginu. Ég þakka þér fyrir að staldra hérna við og segja þitt álit og hvert fólk bara til þess að fylgjast með hérna á rauðaborðinu í framhaldinu. Kærar þakkir. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar hnappur sem segir skráning.